það langlífið sem að ég hef oft verið heilluð af og kannski fyrir manneskju sem haldin dauðátta að þá náttúrulega langar mann að lifa lengur. Hvernig get ég lifað lengur? Hvað get ég gert til þess að lifa lengur? Og auðvitað þetta ekkert alltaf í okkar höndum. Svo maður minn bendir mér ofta á að maður getur bara dáið á morgun með því að labba yfir götu, sko. En mig langar alltaf, sko, ég allavega fæ einhvern frið, finn einhvern frið í sjálfur mér að reyna að gera allt sem ég get til þess að ég verði heilbrigð. Og svo tekur lífið mann hver sem það vill, sko. Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan þátt af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og stjórnandi þáttarins og ég nýbúin að taka upp endurkynningu á mér. Þannig stuttur heilsumóli síðasti þáttur af því að ég kynnti mig nú í upphafi en það að verða komin 3 ár síðan að hlaðvarpið fór í loftið næsta haust. Og ég bara svolítið svona að velta fyrir mér hvort að ég sé ennþá sama manneskja, hvort ég sé ennþá sama Erla. Þannig að ef þið ekki búin að hlusta á þann heilsumóla þá hvet ég ykkur til að gera það. En gestur dagsins ekki að vera endanum. Ég fékk til mín hana Helgu Arnardóttur sem myndi ég segja, heilsuáhrifavaldur og fjölmiðla kona og hefur skrifað handrit, bæði af þáttum og kvikmyndum og hún hefur gert þætti sem heita Lifum lengur og að finna inn á sjónvarpi Símans og þetta þætti sem að mér finnst bara að ætti að vera skyldu áhorf af því að það bara svo margt sem kemur í ljós þarna hvernig heilsa heildræn og hvað þetta margir svona pólar sem við þurfum að huga að og hún kemur einmitt inn á það í þessu viðtali. Ég ætla nú ekkert að fara yfir allt saman, en svona það helsta sem við fórum yfir náttúrulega langlífi og hvað við getum gert sjálf til þess að auka líkurnar á því að lifa lengi og lifa vel. Og svo fórum við yfir þetta trefja, mikilvægi trefja og þetta prótínæði sem í gangi í heiminum og hvernig hugleiðsla breytti lífi hennar. Og svo mataræði og hvernig þessi gjörunnu matvæli bara að tortíma okkur eiginlega. Og svolítið hvað við getum gert í þeim málum. Við ræðum líka aðeins í lokin fréttamennsku og blaðamennsku og hvað mikilvægt að hún sé ábyrg. Og til þess að lifa í upplýstu samfélagi og vera með fréttamiðla sem vinna úr upplýsingaóreiðinni fyrir okkur. Það kannski mikilvægt að við tökum því ekki sem sjálfsögum hlut og séum að fjárfesta í þessu málefnum. Og að því sögðu, þá ég svo þakklát fyrir alla samstarfsaðilana sem hafa fjárfest í hlaðvarpinu mínu, fjárfest í mér með stuðning við hlaðvarpið, þannig að ég geti komið þessu efni til ykkar. En það Virkja, markþjálfaskóli, það Spíran sem dásamlegu veitingastaður í Garðheimum og síðan það Þín fegurð, snyrtistofa í Firðinum í Hafnarfirði og Heilsuhillan. En Heilsuhillan svolítið svona falleg regnhlíf yfir alls konar vörur sem geta bætt heilsun okkar. Og eins og ég hef oft sagt, þá myndi ég aldrei auglýsa neitt sem ég hef ekki trú á og nota ekki sjálf. Og það mismunandi vörur eftir mánuðum. Í síðasta mánuði var það Biokult og í þessu mánuði það Nutrileng. En mér langar að þakka þessum fyrirtækjum, alveg sérstaklega fyrir að vera með mér á hliðarlínunni. En það var bara ekkert annað en að vinda okkur í þetta frábæra spjall við Helgu. Gjörðu svo vel. Gestur minn í dag Helga Arnardóttir sem kona margra hatta. Ég ætla nú bara að leyfa þér að kannski bara segja okkur aðeins frá því hver þú ert og þinn bakgrunn.
Já, svo sannarlega, þetta er svo vel orðað. Ég er einmitt kona margra hatta og það verst fyrir mörgum hvernig á að titla mig. Já. Því að ég er náttúrulega eiginlega þekktust kannski fyrir það að vera fjölmiðlakona og búin að vera í fjölmiðlum í yfir 20 ár. Og, en svona síðustu ár hef ég einbeitt mér að kvikmyndagerð og handritaskrifum og framleiðslu kvikmynda en líka sjónvarpsþátta. Já, geggjaði þættir Já. mínir, sko. Takk fyrir það. Það var svona vendipunktur hjá mér 2018 að ég hætti í Kastljósi og gerðist frílans eftir það og einhvern veginn fór að gera hluti sem maður hefði kannski aldrei látið sér dreyma að gera í fullri vinnu. Já, ég var já. bara að finna mér eitthvað svona, já, til að framfleyta mér og þá fékk ég svo dásamlegt bara símtal frá sjónvarpsstjóra Símans og sagði bara, ef þú ert með einhverja hugmynd, þá er ég opinn fyrir einhverju áhugaverðu. Þá var búið að gerjast í mér mjög lengi að gera þætti heilsu. Og ég hef alltaf verið mjög svona heilsuorienteruð, sko. Bara alveg frá æsku eða? Nei. Nei. Það er nefnilega vendipunktur. Og það er í raun og veru, vendipunkturinn er í raun og veru þegar pabbi minn deyr, því ég er 22 ára. Ok. Já, og hann deyr úr hjartaáfalli og ég var vitni að því sem eiginlega markeraði mig bara fyrir lífstíð. En var svona, var gagntekin af svokölluðum dauðaótta. Þetta er nefnilega orð sem að ég var að grípa núna á hlaupum. Ég hef oft verið að leita orði yfir þetta, en Jónas Sen var í viðtalum daginn og talaði nákvæmlega sama hlut. Þú veist, það sem trauma respons við andláti einhvers nákomins. Þá verður maður sjálfur. Þá verður maður sjálfur, maður áttar sig á því hvað þunn lína á milli lífs og dauða. Já. Og svo áttar maður bara eitt foreldri eftir, sem er bara mjög lítið þegar maður áttar sig á því í heildarsamhenginu. Þannig að það í raun og veru, ég get sagt þið frá því seinna í viðtalinu, ef þú vilt, en ég sem sagt, fæ áfram að gera, ég fæ sem sagt, bara fjármagn til þess að framleiða þætti heilsu. Það leiði mig í eitthvað bara magnað ferðalag. Því að ég byrjaði að gera sjónvarpsþáttaröðina Lifum lengur og þá er ég svona einbytta mér að bók sem að hafði mikil áhrif á mig eftir Rangan Chatterjee, doktor, sem hefur skrifað nokkra bækur og hann skrifaði svona 4 lykilstoðir heilsu, næring, svefn, hreyfing og andleg heilsa. Og ég ætlaði að gera 4 þætti en úr urðu 8, sko. Og þetta var endalaust. Og ég fékk þá 2018, þeir komu nú út 2019, þá fékk ég rosaleg viðbrögð. Það var eins og bara, og það var svona umræðum kulnun komin af stað án þess að setja hana í einhver orð beint og við fjölluðum það og ég fekk alveg svakalega flott viðbrögð. Þannig ég hélt áfram og það er langlífið sem að ég hef oft verið heilluð af og kannski fyrir manneskju sem er haldin dauðaótta að þá náttúrulega langar mann að lifa lengur. Hvernig get ég lifa lengur? Hvað get ég gert til þess að lifa lengur? Og auðvitað er þetta ekkert alltaf í okkar höndum. Svo maður minn bendir mér ofta á að maður getur bara dáið á morgun með því að labba yfir götu, sko. En mig langar alltaf, sko, ég allavega fæ einhvern frið, finn einhvern frið í sjálfur mér að reyna að gera allt sem ég get til þess að ég verði heilbrigð. Og svo tekur lífið mann hver sem það vill, sko. Og þá bara að kynnast svona þessu langlífa fólki. Svo gerði ég aðra seríu sem heitir Lifum lengur 2, en það eru langlífustu svæði í heimi og ég tók 4. Og er það þetta Blue Zones? Það eru bláu svæðin, já. Og ástæðan fyrir því að ég tók ekki, sko, það vantar 2 svæði þarna inni. Það er Okinawa, eyjan japanska, og Nigoya, hérað í, nú segi ég þetta ekki rétt, Ngoja, ég man ekki hvað það heitir, en það er minni mig í Suður-Ameríku. Og ég bara var barsáandi þegar ég var að vinna þessa seríu og ljósmóðurinn mín sagði, nú bara, máttu ekki ferðast mér. Nú dreg ég línu. Já, ég var komin á 20 og, ég var komin á 30 aðra viku þegar maður þurfti að fara. Já, hún sagði bara. Já, mjög skiljanlegt.
Þannig að þetta eru 4 þættir sem eru mjög svona lærnus og svo bætti ég við Íslandi, langlífasta fólki Á Íslandi. á Íslandi. Það var mjög fróðlegt. Er það ekki? Jú, mjög. Og hvað fannst þér þú, að við hugsaum fyrst bara fyrst þættina, þannig að lifum lengur. Hvað Já. fannst þér þú læra á því að gera þá? Já, það sem ég læri, ég hef alltaf verið svona frekar innstilt á mataræði, hreint mataræði, þannig að það svo sem kom mér ekkit svakalega mikið á óvart. Ég alin upp af móður sem var svona einstæður hippi og listakona og ég var alltaf að láta borða einhverja baunir og linsubaunalasagna og ég fekk ekki kótilettur, ég fekk falafel. Þannig að þetta alveg í mínu uppeldi. Það var aldrei keypt gos, ég fekk aldrei kókumjólk með það, ég fekk aldrei morgunkorn. Mamma var algjörlega heltekin af þessu, 80 og eitthvað. Þannig að það einhvern veginn er innprentað að mataræðið svona var ég innstilt á, bara hreint mataræði, ekki gjörunnið, mikið af gremmeti og ávöxtum og baunum og hnetum og öðru. En já, hreyfinguna hafði ég stundað, svefnin hafði ég alltaf passað upp að því að ég bara þarf mikinn svefn. En andlega heilsan var svona kannski svið sem ég hafði ekkert endilega einbeitt mér að. Og við tölum einmitt við Tolla, sem er svona hugleiðslu kóngurinn á Íslandi og hann var að tala bara núvitundina og það sem fólk í kulnun er mikið kennt í dag, það er bara að hægja á sér og einhvern veginn anda sig inn í þetta og reyna að hvíla taugakerfið. Og ég meðtók þetta allt og það er svo fyndið, ég meðtók þetta allt, ég tók þessi viðtöl, en sjálf tilengaði ég mér þetta ekkert sérstaklega. Þó ég sé svona general mjög heilsuorienteruð. Ég meina eins og maðurinn mér sagði, getum við aldrei hægt að hugsa heilsu? Rúslega örmagna. Já, ég held að börnum ég séu sagt þannig á við mig. Já, viltu fá jógurt? Mango? Já, fáðu þér lífræna. Já. Þú veist. Já. Þannig að ég er algjörlega heltekin af þessu, en þetta með andlega þáttinn, ég tók allir þessi viðtöl og skildi þetta ofboðslega vel, en tilengaði mér ekki. Svo þetta er 2018 og 19 og 20 eru þessi þættir langlífið, þeir fara út að bara samhliða því að ég átti barnið mitt seinna á 41. ári. Hvar getur fólk hort á þessu þætti í dag? Á Sjónvarpi Símans. Þeir eru ennþá Sjónvarpsins, já, einmislegt. Nema, en núna, það er 6 árum síðar, þá upplifði ég mig í stöðu þar sem að ég er bara með marga hatta, hef verið að framleiða bíómyndir, var að framleiða líka sjónvarpsþætti fyrir Sýn sem heita Blóðbönd. Þetta eru geggjaðir. Já, takk fyrir það. Og ég meina allt þetta krefst mikilvæg vinnu og þú veist, ef maður er líka með fjölskyldu og eitthvað svona og einhvern tímann dregur góð vinkona mín mig í að hún kom bara eins og himnasending og það er kona sem þú þekkir líka, hún heitir María Stefánsdóttir, ég ætla bara að nefna hún nafn, því að hún býður mér í hugleiðslu, svona kakóseremoníu og gong hugleiðslu og það er bara í síðasta haust og eftir það hef ég ekki snúið, við það sneri ég algjörlega við blaðinu þegar kemur að streitu, já, því eftir þessa gong hugleiðslu í mikilli örmögnun, þá bara rotaðist ég heila helgi og gat loksins slakað á í langan tíma og bara heimilismenn spurðu bara hvort ég var í lasin, því að maður er með svo öran huga og maður er svo duglegur og maður er svo gengur í verkinu og er stöðugt að og hvílir sig aldrei. En ég hef stundað hugleiðslu núna, markvisst frá þessum tímapunkti og það er algjörlega komið mér á annan stað. Já, þannig að þetta held ég, innri ró og líka þetta að vera ekki alltaf í viðbragði, skilurðu mig, láta svona, ná kannski bara svolítið að anda í gegnum hlutana, ég hef unnið við það náttúrulega í 20 ára að vera í viðbragði, svona alltaf í sókn sem fjölmiðlamaður, þú veist að fylgir starfinu, gegn vilja fólks, þú veist, forsera hlutina, en að maður er komin í svona mekanisma með að vera þannig og það er svona hugleyslan hefur bara kennt mér að algjörlega hægja á mér og ég finn svo mikinn blæbrigðamun og mér langar að hvetja alla til að gera þetta. Þú veist, ég hlóð inn appi sem heitir I Am Being með Kamini
Kamini Days heitir hún er mikill kennari hér á Íslandi, ég held hún sé gift íslensku manni og ég bara stunda þessa hugleiðslu, daglega, í bara hvort sem það eru 10 mínútur, 20 mínútur eitthvað, og svo sæki ég jógasetrið líka á einhverja tíma þar, en þetta er algjörlega orðin ómissandi hluti af mínum svona daglega rytma og ég er sko skapbetri, ég sveiflast ekki í skapi, ég bara finn það, minni sveiflur, ég er rólegri, ég er minna stressuð, ég er betri mamma, ég er betri eiginkona, ég er bara betri heimilsmaður, þú veist, og þetta hefur algjörlega gjörbreytt mér, en það tók mig alveg 6 ár að meðtaka frá því að ég fór að taka fyrstu viðtölunum þetta og gera þættum. Ég gerði 2 þættum andlega heilsu og hugleiðslu og meditasjón. Þetta er bara svo áhugavert því að ég er alveg, ég skil þig svo ótrúlega vel að maður er búin að taka alls konar viðtöl og svo kannski tilengja með sér eitthvað sem maður lærði einmitt nokkrum árum eftir að maður áttaði sig á því. Það er svona, þetta er eins og þurfa einhver ákveðin meðganga. Já, og það er líka eins og ég var að tala um þetta vinkonu mína sem er með svona öran huga líka, þú veist, og hún sagði það er svo gott að vera svona ör. Og ég var oft bara, ég vil ekki láta keyra mig niður, ég get ekki svona slökun. Þú veist, af ótta við að verða bara of slök og afkastalítil, sko, þú veist, en þetta hefur bara algjörlega gjörbreytt minni líðan. En svo maður líka bara oft tilbúin á ákveðnum tímapunkti í lífinu. Já, svo er ég náttúrulega bara miðaldra að verða 47 ára og það er ýmislegt, þú veist, sem fer að gerast á þessum tímapunkti, þú veist, breytingaskeið fer skella og alls konar og svo er bara oft mikið álag á manni á þessum árum, mikið álag á konum finnst mér á þessum árum. Því það eru líka annars foreldra, ég nú sem betur fer ekki því, en sko það eru margir póstar sem þarf að sinna. Utan náttúrulega bara skildur kvenna í dag, sko. Þær eru óteljandi. Við getum tekið heilan þátt um það, sko, held ég. Já, það er alveg heill þáttur, sko. En varðandi langlífið, ef að fara hans í það, hvað eigum við að gera til þess að lifa lengur og lifa betur? Þetta er góð spurning. $1.000.000 spurning. Ég var einmitt að tala við góða vinkonu í gær sem var að lýsa tengdamóður sinni. Og hún er 79 ára. Og svo er enn að vinna. Hún vinnur sem vísindamaður upp í Háskóla Íslands. Og hún segir hún er algjörlega drifin af ástríðu í garðvinnu. Þannig að það eru 9 ár síðan hún var tekin af launaskrá vegna 70-aldursins og er á eftirlaunum en vinnur upp í það frítekjumark sem hún má. En vinnur langt umfram það. Og ég segi, hvað er það að segja 79 ára? Ok, og ég byrjaði spurningalistan. Hún náttúrulega reykir ekki, nei, hún reykir ekki. Hún drekkur stöku sinnum, ekki mikið. Ok, og ég bara, já, tjekk, ok. Ég segi, hún mikið að hreyfa sig? Alls ekki. Hún setur 20 tíma á dag, mögulega við tölvuna. Og ég segi, já, ok, það rýmar ekki við kenninguna. Og ég segi, er hún á góðu mataræði? Er hún plant-based eða er hún grænmetisæta? Nei, alls ekki. Hún bara hefðbundin íslenska mat. Já, og ég hugsaði, já, þetta er nákvæmlega samt sem aður starfið sem heldur henni gangandi. Heila heilsum. Já, mér langaði einmitt bara að taka viðtal við hana því að hún er svo drifin af tilgangi og ástríðu að það tekur yfir allt annað. Og hún er alltaf vinnandi, hún er alltaf að fara og situr einhverjum norrænum ráðum og er að rannsaka vatn og er að skilja og ég hugsaði, vá, þegar maður hefur þennan ríka tilgang, þá er bara, held ég, mikið komið í hús. Auðvitað, náttúrulega, eins og Dan Bjútner, mér veittist sá heiður að taka viðtal við Dan Bjútner, sem er í raun og veru svona fyrsti blaðamaðurinn sem að pinpointar bláusvæðin. Já. Og gerir úr því eitthvað sem það er og hann er enn að lifa því. Hann er bara fyrirlesir allan heim og eitthvað svona. Og langlífustu svæðin, svo við förum aðeins yfir þau, eru Sardinia, Íkaría, sem er gríska eyja, Okinawa í Japan, japanska eyja, Engoya þarna í Suður-Ameríku og svo er það Loma Linda í Kaliforníu, sem er svona já, einmitt, og ég var fyrir bara miklu áfalli þegar við fórum hana, ég var komin 8 vikur á leið og við förum þarna inn í Loma Linda og ég sé ekkert nema skyndibitastaði,
og hvað er hérna í gangi og hvað er og ég ætlaði að köpa mér hnetur og það voru bara til sykraðan hnetur og ég segi hvað er langlífið í þessum ameríska bæ, ég sá ekkert nema skyndibitastæði, þetta er svona ekta bandarísku bær að manni finnst við fyrstu sín. En ég var náttúrulega að fara að skoða og rannsaka þetta aðventista samfélag sem að hvað fjölmennast í þessum bæ. Svo þegar við komum inn í það samfélag, þá bara breytist allt. Það er bara bannað að veipa og bannað að reykja fyrir utan allar byggingar. Það eru markaðir, matarmarkaðir þar sem maður bara sér ekki í hefðbundnum matarmarkaðum. Það eru bara opin ferskvara, baunir, hnetur, allt saman. Þetta er bara allt annað. Þetta var eins og stíga inn í annað tímasvið. Já. Og þeir borða ekki kjöt. Bara ekki neitt. Ekki neitt. Og ég fekk aldrei kaffi. Þegar ég talaði við fjöldamann sem ég aldrei búið upp á kaffi, mér var búið upp á te. Og viðtölin sem ég tók við fólk þarna voru alveg mögnuð. Ég talaði við hjartalækni sem var starfandi 86 ára og ég alveg fastaru. Maður er alltaf að leita öllum punktunum og hann bara, nei, ég hef nú aldrei gerst það. Sko. Ég segi, ok, hvenær borðaðirðu síðast? Það var klukkan 10 að morgni. Hann segi, ég borðaði síðast klukkan 5 í gær. Ég segi, þá ertu að fasta. Þú ert búin að fasta í yfir 16 tíma. Og ég segi, hvenær ætlarðu að borða? Hann segi, ég borða bara eftir viðtali. Ég sagði, ertu alltaf svona? Alltaf. Já. Það borðaði bara 2 á dag. 105 ára sagði bara, það var bara regla, aðventista regla. Borða ekki á milli mála, sko, dauðasynd. Og hún sagði, ég braut hann í gær, ég fekk mér epli. 105 ára. Já. Þannig að þú veist, það er algjör kaloríustjórnun með því að takmarka matartíman við 2 pósta. Og rannsóknir hafa náttúrulega sýnt, svo bara og staðfest að með því að minnka matargluggann þá fækkar kaloríunum og mæningar og þetta er orðið algjört heilsuæði í dag að fasta sko. Það er bara, þetta er þau búin að gera alveg í áraraðir sko. Og það snýst allt í samfélagi aðventista heilsuna sem þú þarft að passa upp á og þau eru saman í göngutúrum, ofboðslega sterkt félagslegt net og ef einhver lét ekki sjá sig í kirkjunni, trúin er mjög mikilvæg og mikil samvera og samkoma í kirkjuna. Bara risastór samkoma þar sem allir komu með mat og deildu. Þannig að það voru svo margir þættir þarna í þessu samfélagi. Þetta er sem sagt langlífasta samfélag í Bandaríkjunum. Hvað er þetta fjölmennt samfélag? Þetta voru svona 75.000 manns á þessum punkti, minni mig. Já, og það var alveg gegnumgangandi, svona rosaleg heilsumeðvitund, ekki borða kjöt, við drekkum ekki áfengi, drekkum ekki drykki sem örva eða letja, skilurðu, eða þú veist, það er allt í einhverjum svona, allt hreint mataræði. Er þetta bara eitthvað trúalegar ástæður hjá þeim heldur? Mikið hluti er trúaleg, já. Það er náttúrulega að iðka trúna, en í trúnni eru heilsu, ræktaðu líkamann þinn sem heilsumusteri. Ég las það einhvers staðar í einhverju svona ritningunni þarna. Þannig að þetta var svolítið lærdómsríkt, en svo til dæmis eins og í Sardiníu og Íkaríu, við vorum þær 3 vikur í Íkaríu, það er gott dæmi, ég fór með alla fjölskylduna og frískað að mínu öðru barni og svo var ég með stjúpbörni mín líka, við vorum þarna með 3 börn og 1 í bumbunni. Voru þetta í 3 vikur og hún segi við mig konan sem er svona minn lykil viðmælandi hún segi, sko þið þurfum svolítið að stilla ykkur inn á líf eyjarskeggja. Og ég er algjörlega tilbúin til þess. Sko það gerist allt það gerist bara aðeins hægar. Engin streita. Já, þannig að þið þurfum bara svona aðeins að aðlaga ykkur að því og ég skildi ekki það hvernig hún var svona aðeins að setja mér einhverjar skorður því að mér fannst ég svo ofboðslega tilbúin til að takast á þetta. Og svo byrja svona fyrstu vandræðin hjá mér, sko, það er bíllinn bilar og ég verð að fá viðgerðarbílinn. Nei, ég fæ bara bíl sem ég var búin að leigja og það eru bara 2 sæti í bílnum, ekki sæti aftur. Ég segi, heyrðu, ég er með
við erum 5 manna fjölskylda hérna, og við vorum í sko, húsnæði upp í fjöllum og ég verð að fá bíl núna. Við erum först í fjöllum. Relax, yes. Og hann segi, já, ég á bara þennan bíl í dag, bara slakaðu á, og ég bara slaka á, ég þarf að fá bíl. Ég er först í fjöllunum hérna. Sorry, bara því miður. Bara, og hann gat ekki redda mér þessum bíl. Og svo og svo fáum við bílinn daginn eftir og við hefum þetta svona heldur slök þjónusta. Svo förum við að taka viðtal við einhvern mann sem var búinn að samþykkja að ég kæmi klukkan 4. Og við komum bara með myndavélarnar og allt tilbúið, við ætlum að hitta hann og taka viðtal við klukkan 4. Já, hann lagði sig, fá ykkur bara kaffi. Hvenær í veröldinu myndur lendi í svo Íslandi? Aldrei. Nei, aldrei. Hann lagði sig, við fórum bara að hlæja í alvöru, já, ætlar ekki vekjan. Nei, hann bara, fá ykkur bara kaffi, slakið á, relax. Þetta var orðið svona gegnum gangandi tugga í þessari ferð, relax. Þeim fannst þið eitthvað tensan. Já, og þetta, ég hugsaði, ég setti þetta í samhengi við það sem hún var að segja. Þetta er það sem hún er að segja. Tíminn, hún segja, við erum tímanlega, en við látum ekki stjórnast af tíman, skilur við. Við erum alveg þrælar tímans, sem er bara mikill streituvaldur. Það var svona mín leksía þarna á Íkarja, og bara fyrir utan þetta dásamlega hreina fæði og náttúrulega bara bændur þarna, sko, fólk verður svo langlíft af því að það er að labba upp og niður brekkur og það endurspeglast hvað mest á Sardiníu, í hálöndunum þar, því að þar eru kallmenn hvað langlífastir í heiminum. Hvaða kallmenn? Jú, þetta eru fjárhirðar. Fjárhirðar og Þessi hreyfingin er bara daglegt. Upp og niður, upp og niður, upp og niður og öll þessi þorp eru upp og niður. Þú ert alltaf að labba upp og niður. Bara, þú fer niður í búð og svo ferður upp heim, skilur við. Og svo bara matarkosturinn, hreint mataræði, heima, sko, eldað, ekkert tilbúið, grænmeti, ávextir, baunir, rosalega mikil baunaneysla og það er bara ríkur kostur í Trefjar. Já, trefjar og það er það sem ég er núna að reyna að fókusa á í mínu lífi. Það er að reyna að keyra inn baunirnar því þær eru ótrúlegar. Og okkur er ekki tamt að bara baunir, nema bara græna baunir í óradósum, sko. Nei, ég heyrði mitt í viðtal við í útvarpinu daginn, ég náði reynda bara endanum. Þá varst að tala mikilvægi trefja. Já. Og það var ástæðan fyrir að ég heyrði í þér. Einmitt. Af því að það eru svo misjafnar upplýsingar. Það eru svo margir núna í alls konar karnivor og keto og svona. Já, og ég spyr oft bara, hvað með trefjarnar? Trefjar, veist? Já, næringafræðingar eru bara miður sín yfir því að sko að hafragrautnum var cancelað bara. Hann bara spækar blóðsykurinn og út með hann. Og það er bara hræðilegt því að hann er svo trefjaríkur og góður og bara næringaríkur að öllu leyti. Og Dan Bjútner, ég var bara að sjá færslu frá honum í gær. Hann er á Instagram og það geta allir fylgt honum, bara Dan Bjútner, Blue Zones eitthvað. Hann segi bara, America is protein driven. Við erum protein sjúk í Ameríku. Og mér finnst allt Instagramið og allir samfélagsmiðlar flæða yfir hvatninga því að borða prótín, að passa prótín. Og málið er, þessar langlífustu þjóðir í heimi eru ekki á prótínríkum mataræði. Alls ekki. Kjöt var bara ríkramannamatur og það er aðalega fátækt og örbirgð sem að prótínið var ekki í hávegum haft. Ég meina fólk vildi það alveg, það var bara ekki aðgengilegt og það var dýrt. Þannig að kjöt var kannski borðað einu sinni í viku. Þess á milli var bara baunir, grænmeti, ávextir, jurtir, allt annað. Og þetta er ekki sjávarsvæði, þetta er upp í fjöllunum. Þetta er heldur ekkert bara mikið fisk. Nei. Þannig að þetta var svona, og Dan Bjútner er bara að segja þið þurfið trefjar, borðið þið baunir til að lengja líf ykkar. Ekki vera svona fókuserað á prótín, við þurfum alveg að borða prótínu, en þetta á ekki að verða stærsti hluti máltíðarinnar að mínu mati. Ég held ekki, ég bara þolið ekki sjálf. Ég þarf að fá korn, ég þarf að fá ávexti, trefjar og ég er bara þannig gerð.
En svo eru sumir, sko, ég spurði Kollu í jurtaapotekinu, hvað segirðu karnivor? Og hún segir, sko, karnivor hreint fæði. Já. Það hreint fæði og ég hef ekkert út að setja ef að fólk nær niður sjúkdómum á hreinu fæði á karnivor. En þá þarftu líka bara að borða kjöt. Já. Þú veist, Og ekki unnið. Og ekki unnið, nei, einmitt, þú borða hreint kjöt. Þannig að, en já, svo skaraðist þetta, fannst mér svolítið, þegar ég skoðaði langlífustu Íslendingana. Því þar var bara fólk sem var bara búið að borða flot og kjöt og fisk, skilur. Hamsatólk. Já, og ég bara, ok, 105 ára, Stefán, mann ég, fyrir austan, hann var 105 og ég var svona alveg að bara draga upp úr hann, hvað borðar? Allt. Já, ok. Og það sem ég fannst kannski einkenna fólkið sem að ég var með hér, eldra fólkið sem að náði yfir 100 ára aldri, það var fólk sem hafði alltaf hreyft sig, aldrei látið svengd stýra sér, einhvern veginn, svo dásamlegt að vera svona, að láta ekki, sko, fólk sem einhvern veginn varð aldrei almennilega svátt og leiði ekkert opbáslega vel ef það var of satt, of mettað. Þannig að fólk sem að borðaði í raun og veru 80% af, sko, já, það svona talað 20 og 80, þú veist að borðaði 80% sattan, þá ertu í góðum málum, ekki sprengja þig. Það sem einkenndi Íslendingana, því að við erum prótínþjóð í grunninn, sko, ég meina, já, ég var mjög heppin að borða ávexti og gremmiti og baunir í æsku, en mér finnst það ekkert hafa endilega verið mjög áberandi matarkostur bara í lífi þeirra í kringum mig. Barnsföður mínir eru sko 5 og 8 árum eldri en ég og það var bara ekki til gremmiti eða mikið af ávöxtum. Bara gulrætur og rófur, já. Þannig að við erum svolítið prótínþjóð, þú veist, en það sem kannski einkenndi þetta fólk var það var svona lífsgleði, það var svona þrautseigja í því. Þau voru bæði búin að missa makana sína fyrir löngu en lyftu sér yfir áföllin. Einhvern veginn héldu áfram. Voru með áhugamál, einn var lestrarhestur, hinn var að læra tungumál og hlakkaði bara til að vakna á hverjum degi. Þau voru umkringd fjölskyldu og elskandi, svona umvefjandi fjölskyldu. Og já, hreyfðu sér mikið eins og ég hafði sagt, borðuðu svona 80% mettun, en borðuðu bara íslenskan mat, sko. En það sem kannski einkenndi það líka var hreinleikin í mataræðinu á þeim árum, á þeim þeirra uppvaxtarárum, sem að í raun og veru bara hollu matur. Bara rúmjölið og haframjölið og lýsið, þetta einfaldur matur, en hann góður. Og gulrætur, kannski var grænkál, skilur, það var nú ekki mikið en og bara hreint kjöt, hreint fiskur, einfaldar mataraðferðir og þetta grunnurinn sem þau fá. Og nú, þú veist, og það bara, og það hefur einhvern veginn þróað svolítið svona minn svona fókus núna. Núna ég, í raun og veru, ég reyni kannski að halda kjöti í lágmarki. Ég hef ekki mér verður ekkert ofsalega gott að því, en þú veist, ég borða það alveg. Ég borða reglulegar fisk, en það sem ég reyni að sneiða hjá aukaefnum. Ég bara, og það full vinna, skal ég segja, að borða hreint. Það ætti að vera launuð vinna við að sigta út hreina matvöru versus skjörunna. Þú veist, þannig að ég gef börnunum mínum lífræna jógurt, þó að sé 11 grömm af sykri í henni. Það hrásykur, hann hreinn og það bara 4 innihaldsefni í jógurtunni. Ekki þessi 10 viðbjóðsefni sem boðið upp á í öðrum mjólkursamlegum. Það ógeðslegt. Og ég eiginlega komið með þetta á heilan núna. Ég byrjaði að skoða brauð og þér að segja, þá kaupi ég bara bakarísbrauð sem eru alveg hrein, svo súrdeigsbrauð, eða bara brauð sem merkt engin aukaefni. Það ekki íslensk brauð. Nei, það þannig. Já, nema örfá. Þú veist, þessi verksmiðjuframleiddu brauð. Ég ótrúlega ósátt við hvað eru mörg aukaefni í þeim. Ég veit það.
og hérna við eigum að geta gert betur, sko. Ég er svo ótrúlega lánsöm að maðurinn minn bakar næstu hverja helgi súrdeigsbrauð. Já, ég meina, ég einmitt komin að súrdeigsvagni líka. Já, og þetta er svo geggjað. Já, þetta er alveg. Og algjör. þetta fer bara vel í magan. Þetta er ekki Ég meina, þetta er stórkostlegt að þetta er borða. 3 innihaldsefni. Já, ég veit það. Og það er ég er ekki að taka út brauð, ég er ekki að taka út sykur, nema ég auðvitað reyna að neyta hans ekki í miklu magni, en ég borða bara allan mat, en ég borða hann hreinan. Ég er algjörlega með ofnæmi fyrir unninni kjötveru, hún fer ekki inn á mitt heimili. Við borðum ekki skinku, pepperoni, eða þú veist nema bara í einstaka tilvikum, skilur, og pulsur í einhverju grillpartíum, ég er ekki alveg fasisti, þó ég sé kölluð það heima að mér, en ég er að segja, sko, þú veist, þetta er svona 80-20%, ég er allavega með hreint heima. Já. Og ég er að reyna að kenna dóttur minni sem er 12 ára, og ég segi, hvað, ertu með eitthvað snakk? Æ, ertu að borða snakk, því að það er náttúrulega bara ógeð. Nei, mamma, það er bara 3 aukaefni í þessu. Það er bara salt, olía og korn. Þetta er svo Og ég mikilvægt að segi, kenna vá. þetta næringarlæsi. Já, næringarlæsi. Og eins og hún segi, ég held að margir af mínum íþróttavinum þekki ekki hvað er gjörunnin matara. Og ég hef oft séð íþróttamenn bara setja svo mikið rusl ofan í sig. Þeir halda það muni bara eyðast upp við hreyfinguna. En innihald sumra vöruflokka er hræðilegt, sko. Og þetta er náttúrulega það sem er bara tröllríða öllum svona í raun og veru fjölmiðlum í dag. Það er skorturinn á trefjum í þessum nýju megrunarkúrum og matarkúrum. Þessi mikli fókus á prótín og þetta keto diet. Og það er auðvitað kannski eðlilegt að keto-mataræði hafi náð svona miklum vinsældum. Því að það auðvitað í þessum sykursýkisfaraldri er bara... Já, mörgum líður bara betur á keto því og þá bara farið eðlilega. loksins að borða hreint. Já. Eða sko hreint. Svona innan gæsalappa. Nákvæmlega. En og keto er bara svar við sykursýki, sko, í raun og veru. Það eru læknar bara búin að finna. Það núllstilla allt kerfi. Já, það má ekki gera lítið úr því að hér er bara grimmur sykursýkisfaraldur, sko. En nú er að verða svona svolítið ógnvekjandi, það er verða ógnvekjandi staðreynd að ungu fólki fjölgar með ristilkrabba út í Bandaríkjunum og það er líka að færast hingað. Og maður veldur fyrir sér, sko, hvað veldur? Og það er bara, menn segja bara við séum að fara á mis við trefjar. Að það sé bara, það voru sláandi, ég var með staðreyndir í þessum þætti sem þú vísaði þér í. Ég held að séu bara 97% eitthvað í Bretlandi sem ekki ná dagsskammti af trefjum. Já, við eigum að fá konur cirka 25 grama trefjum á dag og menn kallum við 30. Já, og það er næst nánast aldrei. Nei. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að endurstilla smá. Ég meina, maður veit, maður skilur að þetta fara út í svona öfgar til þess að ná tökum á sykursýkinni. En nú er komin lyf við þyngdarstjórnun sem að ég er mjög hlynnt því að ég meina, það sparar heilbrigðiskerfinu umtalsverðar fjárhæðir að hjálpa fólki að ná tökum á holdafari. Eina sem ég get sett út af þessu lyf að mér finnst fólk hafa of greiðan aðgang að þeim. Fólk sem í raun og veru þyrfti ekki að þeim halda. Já, ég er sammála. Já, ég svo sem veit ekki einhvern veginn hvernig ég var opaslega mikið á móti þeim fyrst og ég segi að leysa þessi mál bara með því að taka einhver lyf. Það var ekki að taka til í mataræðinu. Það var ekki að gera, þú veist, af því að það er það sem við þurfum upphaflega. Við þurfum að borða hreint, við þurfum að borða trefjaríkt, við þurfum að borða hollt. En svo er ég bara að sjá að það sem og ég þekki nokkra sem eru á svona þyngdarstjórnunarlyfjum sem þurftu á því að halda og bara eins og vinkona mín sem var komin í allt of háan blóðþrýsting, hún var komin í neikvætt kólesteról, hún var komin með hún var komin á einhver lyf við því. Hún fór á þyngdarstjórnunarlyf og er komin á öllum lyfjum. Já. Þú veist, þannig að það eru vissulega kostur og gallar, en auðvitað myndi ég hvetja til þess að fólk kannski tæki matarkostin í gegn og lífið.
líka því að maður hefur heyrt sko að það er ekki bara fitumassin sem fer, heldur líka vöðumassin. Já. Og við þurfum að vöðumassin Já. að halda fyrir langlífi Alveg. og fyrir Já, heilheilsu. og það var læknir sem sagði við mig að svo fær fólk bara anorexíu. Já. Það elskar svo að vera svona að mjólka svona. Já, það verður bara of. Já, þannig að fólk getur alveg misnotað þetta líka, sko. Þannig að þetta er auðvitað enn einar, kannski öfgarnar sem að koma við eftir að ná þessu á jafnvægi. Já, og margir sem skipta yfir í áfengi, hef ég heyrt. Já. Sest, úr matafíkninni. Já, eftir þyngdarstjórnina. Já, það, já. Af því að fíknin fer ekki, hún getur bara færst. Eitthvað svoleiðis. Já, ég hef líka heyrt þetta með fólk sem fer í hjáveituaðgerðir og svona, að fíkni fókusin fer annað. Þannig að þetta er auðvitað varhugavert. Já, þetta er varhugavert. En ég held að sé samt að þjóna tilgangi að þvíleitinu til þeir sem raunverulega þurfa því halda. Já. Þeir í raun og veru. Hafa þá tækifæri til þess að sko eignast heilbrigt líf. Já, allavega til þess að koma sér á sporið með heilbrigðan lífstíl. Já, einmitt. Algjörlega. Mér finnst svo áhugavert að því að ég er nýbúin að taka viðtal við 98 ára gamla konu og hún var akkurat að tala um þetta að hafa tilgang væri svo ótrúlega mikilvægt að því að hún á hund. Já. Hún þarf að fara á fætur á morgnana til að fara út með hundinn. Þá hefur hún tilgang. Hún misti makann sinni mitt fyrir sko, ég veit man ekki eins og 40-50 árum. Og hún talaði líka um hvað hreyfing væri mikilvægt, bara hún er ótrúleg sko. Það er búið að sýna það, rannsóknir sýna að ef þú átt hund, þá ertu líklegri til að lifa lengur. Af því hún neyðist til að fara út að labba með. Já, hún fyrir 4 svona dag, 98. Spáðu í þetta. Ganga með hundinn. Þetta eitt gæti bara hreinlega verið að lengja líf hennar. Já. Óháð því hvað hún gerir annað. Og hún var að vinna til 84 ára. Já, einmitt. Heilin heldur líka sko, þessi örfun og þessi, þú veist að... Já, ég man, og það er mér svo minnistætt, ég talaði við Braga Ásgeirsson, myndlistamann, þegar hann var áttræður, hann var að halda einhverja sýningu í tilefni á áttræðarsamhælinu og ég spyr hann svona, þú hefur aldrei hugsað um að setjast í helgan stein, leggja frá þig pensilinn. Það mega aðrir eiga það grjót, helgisteinin. Og Vigdís talaði oft um það, hver er þessi helgisteinn? Já. Ég finn hann ekki svo, hef ekki fundið hann. Þú veist, þetta er, held ég, hættulegt að leggja einhvern veginn lífið á hilluna. Þú verður að finna þér önnur viðfangsefni til að kljást við, til að drífa þig áfram. Og þú veist, ég hugsa að þeir eru langsamir sem ná því. Þú veist, að finna sér og vera með áhuga á mál. Þar sem þú ert algjörlega, þar sem þú tendrast upp. Þú veist. Ég held að það sé lykill, sko. Það er algjör lykill því að það fleytir manni svo langt. Þú veist, hvort sem það er póstulínsmálun, tungumálanám, lestur bóka, skrif, þú veist, bara allt milli heimis og golf, allt milli heimis og jarðar, sko. Þetta er svo mikilvægt og mér finnst oft, maður heyrir af fólki sem bara vantar hugðarefni. Og það er hættulegt. Mér finnst það. Þá einhvern veginn missir maður lífsviljan. Það er svo oft sem að einstaklingur sem missir maka sinn að heilsan hans eða hennar hrakar svo hratt eftir það. Já. Það er kannski oft þetta því að allt í nertu með vantar einhvern tilgangi eða hvað sem það er. Ég veit það. Ég var að lesa eitthvað viðtal bara hvort sem var í heimildinni. Ég veist að fólk leitar í áfengi á eftirlauna aldri. Mikil drykkja og þú veist að það kemur eitthvað svona tilgangsleysi. Það verður óneitanlega þegar þú hættir að vinna og það er hætt að muna þig. Þú veist, það munar ekki þig lengur. Og þá sagði hann bara, það þarf að vera bara með plan sem tekur við. Akkurat. Plan sem tekur við, sem gerir það að verkum að þú þarft að vakna til einhvers á morgnana. Hvort sem það er hundur eða leikfimistími. Eða einhver samverutími, heiti potturinn, skilurðu, eitthvað sem að tekur við af þessu vinnulífi. Líka því að sumum er eiginlega bara skikkað að hætta að vinna. Já. Veist, það er bara eins og þú segir, 70 þá ertu að hætta að launaskrá. Það verður að hætta að launaskrá hjá ríkinu. Já. Og þessi saga, þessari konu sem að ég sagði þér frá í upphafi þáttar, það bara að vera drifin áfram af einhverjum svona af rannsóknar áhuga. Sem að bara
tekur yfir allt þitt líf, óháð öllu öðru sem þú gerir. Og sko, og ég hef oft heyrt, hvað ef fólk á sér bara engin áhugamál og finnst ekki, það hlýtur að vera eitthvað. Þú veist, hefur gaman að elda, farða á matreiðsluna, og líka þetta bara, þú veist, að tengja við fjölskyldan og ég er svona, mamma mín er flutt í Mosfellsbæ núna, hún bjó nálægt okkur, sko, ég bý í Hlíðunum og ég hugsa, sko, nú langt í burtu frá mér, þú veist, það líka gefur eldra fólkinu, það nærir þau að vera í kringum í yngra fólkið, sko. Þú veist, að það munar það í, já líka, við erum opbóðslega svona, og það er nú það sem ég lærði líka á Sardiníu, Lómalinda, og hér, hjá langlífasta fólkinu hér og á Íkaríu, að eldra fólki var aldrei sett á stofnun. Eldra fólki var bara hluti af heimilisfólki. Og þá bara er tilgangur þessi ríkari og skildurnar gagnvart barnabörnunum og öðru, sko. Er það ekki einhvers staðar í Japan eitthvað sem að það er ekki tilnefnt sem heitir að fara á eftirlaun? Það er eitthvað svona... Jú, eitthvað svoleiðis. Og það er hjá Íkaríu, það er bara skömm af því að setja foreldrið þitt á stofnun og líka á Sardiníu. Þú gerir það ekki, sko, ef þú ert í lagi. Þetta er svona, þú veist, þetta er opbóðslega og við erum alltaf að sjá pólitíkus að já, byggja bara 150 íbúðir fyrir eldri borgara, 150 ný hjúkrunarrými. Þetta er náttúrulega bara, spítalarnir eru herteknir af veiku fólki. En ég velti fyrir mig fókusun sem við erum að setja í staðinn fyrir að hjálpa fólki að vera sem lengst heima hjá sér, í kringum sitt fólk. Það er náttúrulega langbæst. Þá erum við komin í einhver svona aðskilnaðarstefnu. Mér finnst það ekki góð þróun, sko. Það er bara eitthvað sem við þurfum að endurskoða. Ég heyri þú hefur lært helling á gera þessara þátt, en var eitthvað sem kom þér á óvart? Eitthvað svona... við gerð langlífu þjóðurnar, að þá kannski kom mér ekki beint á óvart, en það er svona setti það í samhengi. Ég einhvern veginn skildi að það eru samverkandi þættir sem hafa áhrif á þitt langlífi. Heildræn. Það er svona heildræn, já. Og þess vegna byrja ég alltaf að spyrja, já, ok, við erum duglega að hreyfa sig. Nei, það er ekki, nei, hvað er þetta? Og ég fiska, nokkur box, já, hérna, hún hreyfir sig ekki, hvernig matborðar hún? Bara allan mat, já, reykir ekki, drekkur ekki, ok, það er flott. En já, hún er bara drifin áfram af ástríðu í vinnunni, þú veist. Og þá, en það er líka, kannski getur verið að þú sért með góð gen. Já. Góðu genin líka. Og góð gen vernda mann fyrir sjúkdómum. Þannig að það komi meira svona, það setti meira í samhengi við mig hvað samverkandi þættir geta stuðlað að langlífi. Þú veist, ef þú borðar vel, ef þú hreyfir reglulega, ef þú ert með áhugamál, ef þú tilheyrir samfélagi, þú ert ekki einmana. Þú veist, ef þú notar föstu gluggann, borðar reglulega, borðar á reglulegum tímum. Þú veist, neytir ekki áfengis í of miklu mæli, misnotar ekki eiturefni. Þú veist, þetta eru svona 9 atriði á einhverju hjóli sem var svona langlífis. Og ef að það einhvern veginn er tikkað í næstum öll box, þá ertu líklegur til langlífis. Það er bara þannig. Og svo ráðum við ekkert, náttúrulega, hvert lífið tekur mann, sko. En við getum haft eitthvað smá að segja það allavega. Já. Og meira en smá. Já, og líka fannst mér, sko, það sem kannski einkenndi líka þetta fólk var þessi þrautsegja gagnvart lífinu, því að þetta var líka alveg fólk sem hafði farið í gegnum mikinn harm. Sumir höfðu mist börn, aðrir höfðu mist maka sína. Sumir voru búin að missa alla fjölskyldurna sína. En það er þessi þrautsegja bara, já, ok, þetta gerðist, en við þurfum að halda áfram. Ég spyr alla sem að koma í viðtaltíminn, þannig að það eru orðið mjög mörg svör, mér finnst þetta svo skemmtilegt að heyra mismunandi. Hvað er heilsa fyrir þér? Heilsa er að geta stundað daglegt líf, án verkja og nokkura vandkvæða. Það er góð heilsa.
að þú getur bara stundað þitt líf án þess að vera þjakaður af nokkru líkamlega. Og það held ég, markmið okkar allra. Að reyna að ná, að lifa verkjalausu lífi, að geta gert allt sem okkur listir til að gera. Og það ekkert sem heftir okkur í því. Það myndi vera svona, mín tillaga. Og þú ert búin að segja okkur frá mataræðinu, hvernig þú hugsar það. Er það mjög breytt frá því áður? Þú veist? Sko, já, eins og ég sagði ég náttúrulega alin upp við linsubaunalasagna, 80 og eitthvað. Það bara fólk vissi ekki hvað það var. Nei, það vissi ekkert hvað og það var líka bara ódýr matur og þannig að ég er opaslega lánsum að ég bölvaði nú í mörg ár, að hafa verið svona þvinguð í þetta mataræði, en þetta skilur sér svo til mín í dag, að því að ég sjálf með þetta mataræði. En ég held að, þú veist, eftir þessi umræða gjörunnin matvæli fór svona að ná flugi og sláandi rannsóknir fóru að koma fram, náttúrulega skaðsemi gjörunnina matvara, að þá hefur matarkostur minn breyst. Já, hann hefur alveg tekið stakkarskiptum. Maður var kannski ekki að einblína á eitthvað, þú veist, bara borða skinku með eggi og eitthvað svona og bara, þú veist, pepperoni á pizzuna og ég hef aldrei drukkið gos í miklu mæli, maður var alveg að drekka það, ég hef ekki drukkið það núna mörg ár, gos. Og ég kaupi það ekki, ég kaupi ekki morgunkorn, börnin mín borða ekki morgunkorn, ég bara með allt annað, ég bara með brauð, ég með smoothie, ég með hafragraut og ég fanatísk á að lesa núna utan á allar matur og ég hvet alla til að gera það. Þú veist, maður þarf auðvitað að setja upp gleraugun, ef maður miðaldra, en þú veist, þetta bara þess virði því að það kemur svo óvart hvaða ofboðslega mörg aukaefni í mat sem mann grunar ekki að sé gjörunnin, eða óhollur. Og þetta held ég, það sem að ganga frá okkur, Það þessi gjörunna matvara sem alltumlykjandi. Ég held nefnilega að fólk átti sig ekki á því hversu stórt hlutfall mataræðisins gjörunnin, Nei. Og í staðinn fyrir, ég bara tók út allt kjöt, ég tekið út alls konar mjólkurvörur, ég tekið allt út svona inn, ég held ég sé búin að prófa alla kúra undir sólinni, ketókúrin, þú veist, ég fasta, og ég fasta reglulega, það alveg fastur, þáttur í mínu lífi, ég fasta og það hefur rosalega góð áhrif á mig, en það einhvern veginn ekkert sem endist. Skilurðu, þú veist ég myndi aldrei endast að því að vera kjötæta. Ég bara gæti það ekki, Ég held að maður þurfi bara að borða mat, ég held að sé auðveldast að borða bara allan mat, en hafa hann hreina. Og maður þarf bara að setja á sig gleraugun og velja. Og þegar þig langar í kjöt, þá þarftu bara að velja kjötið í borðinu sem með fæst innihaldsefni. Og ef þið langar í snakk, bara eins og dóttir mín, það bara 3 innihaldsefni. Já, þá kaupum við það. Þetta ég að kenna dóttur minni og hún farin að segja við mig hluti sem að, þú veist, og bara eins og aukaefnin í skyri og jógurt. Bara svona orð sem maður skilur ekki. Af hverju þarf þetta að vera svona? Og í brauði, verksmiðju framleiddu brauði. Við þurfum ekki að gera þetta, Og það veistu það, fyrir þessa framleidendur lítið mál að breyta þessu. Þetta örugglega ódýr hráefni, það ekki? Og endist lengur. Jú, algjörlega. En það gleymist að hugsa heilsuhliðina, Já, og nú eru bara rannsóknir sem sýna að þetta og við sjáum það bara í fókus núna, hjá heilbrigðisyfirvöldum, að þetta að fara, þetta í fókus. Það bara gjörunnin matvæli. Og ég tók viðtal við læknir sem á Selfossi, heimilislæknir, og hann heitir Kristján Þór. Og hann var að segja mér að einhverju Suður-Ameríkulandi, ég held að það hafi verið í Argentínu eða Chile, man ekki. Já, að þar bara gjörunnin matvæli merkt að heilbrigðisyfirvöldum. Eins og skráargatinu með Já, eins og skráargati, já. Þetta gjörunnin matvara. Það var svo mikil offita
að þetta var bara svona viðbragð stjórnvalda Já. við þessu. Það er vel gert. Hvaða framleiðandi vill fá þessi merkingu? Engin vonandi. Nei. Þannig að þú veist, heilbrigðisyfirvöld þurfa núna að verða svolítið proaktiv, verða svolítið heilbrigðisyfirvöld þurfa núna að verða að koma með einhverjar lausnir til þess að sporna gegn því að við neytum þessara gjörunninnar matvöru. Af því að þetta mun bara vera dýr heilbrigðiskostnaður í framtíðinni ef að þetta heldur svona. Algjörlega. Og það er ekki allar búðir svona, en þegar maður kemur samt inn í sumar matvörubúðir, það hellist yfir þig, gjörunnið drasl. Bara snakkpoka, stæðurnar. Meiri sé það sem heitir heilsudeildin. Veistu, það er allt útfinnt. Þú veist, próteinstykki og próteinpönnukökur. Próteinstykki eru versta gjörunna fæða sem þú setur ofan í. Þannig að þetta og matvörubúðir bera samfélagslega ábyrgð. Hvað eru matvörubúðir að hugsa? Þetta er alveg með ólíkindum. Og þarna þarf stjórnvaldsviðbragð. Þarna þarf bara, annarkvort þetta er það merkt, gjörunnið. Ef þú myndir merkja próteinstykki, þetta er gjörunnið. Þá myndi fólk kannski hugsa sér tvisvarum. Já, af því að skráargati það er komið inn í svona almenna og ég talaði við 20 frænku mínu daginn og sagði, já, ég vel nú bara allt sem er með skráargatinu. Vel gert. Þú veist, þannig að það er þó meðvitund það. Já, en það er ekki alltaf hollukosturinn, það er hollasti kosturinn í vörunni. Já. Þú veist. En þetta er held ég það sem að minn stærsti lærdómur er. Það er að vera að einblína á hreina matvöru. Og ég sé oft í körfuna hjá fólki, ég hugsa bara allar þessar sósur, tilbúni pakkamatur og bara skandall hvað mjólkurvörur eru orðnar gjörunnar finnst mér. Bara með ofboðslega mörgum aukaefnum. Kannski ekki gjörunnar en með ofboðslega mörgum aukaefnum. Ég er rosa ánægð með mjólku og bíóbú. Ég elska mjólku, ég kaupi alltaf síða rjómann hjá mjólku sem er ekki með gelatíni og fólk heldur að hann sé ónýtur af því að það er svona úfið, hann er svona úfinn, en það er heilbrigt, hann á að vera. Hann á ekki að vera stíliseraður með gelatíni eins og hann er í öðrum, frá öðrum mjólkumerki og bíóbú. Ég bara vil taka ofan fyrir bíóbú og kefir fyrir mjólku. Já. Elskan Æðislegt. Drekkan dæla. Já, ég líka. Og hann er líka, þú getur fengið hreinan, en þú getur líka fengið með viðbættum sykri, en þeir eru ekki gerfisæta í honum. Það er ekki gerfisæta, það er hreinn sykur og það eru hrein innihaldsefni. Já. Þannig að gerillinn virkar fyrir þá sem eru viðkvæmur fyrir súrabragðinu, sem ég elska. Ég er ekki viðkvæm fyrir því. Og þetta drekki ég einmitt líka á hverjum degi, Þannig að þú veist, en þau eru ekki risar, Þau eru bara svona smámenni með að við stóra risan. Og stóri risin þarf að taka sig á í þessu. Ég vil fara að sjá hreinni mjólkurvöru. En við getum með okkar heilsuhegðun, við neytendur, með því að velja alltaf hollari kostin, þá kannski fara þeir að framleiða þá líka. Já. Ef maður vonar það allavega. Já, en það er einhver vakning. Já. Þú veist, það er alveg vakning. Maður þarf bara að vera vakandi fyrir henni. En mér langar líka svolítið að spyrja þig út í þættina blóðbönd, af því mér fannst þér æðislegir. Já. Alveg æðislegir. Ég er með sér búin að kaupa með DNA-próf þarna hjá MyHeritage og senda inn. Ég var að fá tölvupóst í fyrradag að ég er komin. Ég er ekki búin að skoða alveg nógu vel, en ég ætla að sittast yfir þetta með mömmu af því að hún sendi líka inn og við ætlum að fara að skoða þetta, hvort við finnum einhverja ættingja sem við þekktum ekki. Já, einmitt. Þetta hefur verið algjör. Mjög spennandi. Já, þetta hefur verið eiginlega bara sprengjan í kaffistofu landsins, Já, eða ekki? Jú, og ég er búin að vera í mörg ár með áhuga fyrir þessu og þetta er búið að vera ég er bara svo þakklátt sín fyrir að kaupa þessa hugmynd. Því að það var alveg ótrúlega gaman að vinna þessa þætti. Þetta held ég það erfiðasta sem ég hef unnið við. Og ég er nú búin að gera nokkur málin. Fyrir þá sem ekki hafa séð þættina, kannski segir örstutt frá hvað þeir eru. Þættirnir eru fólk sem að leit
fólk sem finnur blóðtengdan uppruna sinn, hafandi ekki vitað af honum, og finnur blóðtengdan uppruna sinn á fullorðinsárum og tengir við nýja ættingja sína. Allt innanlands. Já, allt Það er líka innanlands, svo flott. ekkert. Já, og það var alveg fókus hjá mér. Ég var að einblína algjörlega á bara íslenskt fólk sem að hefur, þú veist, fundið ættmenni sína á Íslandi. Og ég var með rosalega margar sögur í pottinu. Ég var með sko svo margar. En ég enda með 5 sögur því að skilyrði hjá mér var að sá sem leitaði upprunans og sá sem að var fundinn, að þeir væru báðir í viðtali. Þú veist, það var svona svolítið skilyrði. Já. Þó að það gengi ekki upp alltaf, en þá var það svona, þú veist, vegna andláts, ættingja og eitthvað svona, þá var það ekki hægt. En þetta var svona skilyrðið og margar sögur líka sko ströndu á því að annar aðilinn í sambandinu vildi ekki tala um þetta. Og þá kemur að svona, en ég meina þetta voru stórkostlegar sögur sko, af fólki sem að fann, eins og bara fyrsti þátturinn, Ester Böðvarsdóttir, sem að bara veit af því nánast frá því að hún er 16 ára, hún er ekki rétt feðruð, en aktar ekkert á það og bregst ekkert við því fyrir hún er 35-6 ára. Og þá bara hringir hún í föður sinn, tekur henni svona sko. Já, það er svo fallegt sko. Jesús minn, það vildi bara allir eiga hann sem föður. Já. Þú veist, hann tók henni svo vel. Og það er eitthvað svona, þetta er svona fallegasta, sko, og einfaldasta sagan sem ég tókst á við, því að þetta var bara svona tær strengur út í eitt. Það var engin leit, henni var bent á hann, hún sendir honum og áfram gakk. Þannig að en svo voru mörg önnur svona flókin mál og það sem að mikið var leita, búið að leita í mörg ár, fólk búið að vera í óvissu, heillengi, eins og síðustu 2 þættirnir, konu sem er búin að leita föður síns í næstu 40 ár og finnur loksins föður sinn. Þetta er svona, þetta er eitthvað sem hefur alltaf verið í þjóðarsálinni. Við erum líka svo lítið samfélag. Ég held þetta eigi sér stað alls staðar annars staðar. Við erum bara svo lítið samfélag að við vitum oft meira náungan en kannski erlendis, skilur í milljónasamfélögum. Þannig að rangfeðrun er algengar en maður heldur. Ég held að rangfeðrun sé bara ekki landlæg, heldur bara heimslæg. Ég held að hún sé allstað til. En af því að litla samfélagið okkar, sko, við vitum alltaf meira náungan. Og ég meina, hvað hefur heyrt mörgu sem, já, það halda allir að hann sé sonur þessa manns. En hann var í sömu götu og allt byrjar þetta út frá einhverju svona slúður. Og það er eins og ég sé fréttamaður, ég hlust alltaf á slúður. Af því að það er bara fótur fyrir því stundum. Það er bara þannig. Og þetta er fólk sem hefur kannski fengið eitthvað, heyrt eitthvað einu sinni og það sáir einhverjum efa og margir, og eiginlega allir held ég, í þessum þáttum sem að gáða mig viðtöl, þeir voru alltaf sko, töldu sig einhvern veginn ekki tilheyra. Já, hinni fjölskyldunni. Já, það var eitthvað svona skakt, eitthvað sem þau gátu aldrei útskýrt. Eitthvað innsæi. Eitthvað innsæi, já. En fannst þið fólk upplifa einhverja skömm? Jesús minn, já. Er það ekki? Svolítið þess vegna sem þetta kemst ekki strax svona í ljós. Skömmin er aðal ástæðan fyrir því að fólk bregst ekki við þessu, sko. En leitin, uppruna þráin er svo mikil hjá sumum að sumir geta bara ekki látið þetta óreitt. Og ég held að fjölmargir sem að vildu ekki veita með viðtal vildu samt fá úr þessu skori. Þó þau vildi ekki tala um það í sjónvarpi. Já. Það er náttúrulega risastórt. Já. En þessi þrá, hver er ég? Hverjum tilheyri ég? Hún er svo rík. Og það er það sem að ég á náinn ættingja sem að hélt alltaf að hann væri rangfeðraður og aktaði aldrei á það, en dó í þeirri óvissu hann væri það mögulega. Og ég er ofta að hugsa bara, hvernig get ég komist að þessu? Hvernig get ég komist að því? Hvort hann hafi rétt fyrir sér? En þetta er svona ástæðan fyrir mínum áhuga á þessu. Ég hef algjörlega verið heldtekinn. Já, hvaðan kom áhuginn upp? Einmitt út af þessu. Ég bara,
það bara, ég heyri í öðru hverju samtali að það alltaf einhver sem telur sér tilheyri einhverjum, skilur en sumir akta aldrei á það, á meðan aðrir kannski gera það bara. Já. Þú veist, og þessar hetjur sem stigu fram í þáttunum, sko, ég bara, það að segja sína sögu þetta, að þetta ekki, eins og vinkonum ég sagði, það ekki eins og fólk sé að monta sig af afrekum sínum, sko. Við erum að tala bara hvenær og hvar viðkomandi kom undir, sko. Já. Við hvað aðstæður. Þú veist, þetta mjög viðkvæmt. Ég svo stolt af þessu fólki, þessum viðmældum mínum og ég bara var svo mikill vinur þeirra allra. Þau voru svo, þetta bara, þau treystu mér og ég treystu þeim. Og það voru líka alveg, eins og þessi æðislega þetta, ef fólk ekki búið að horfa á þá mæli ég svo ótrúlega með, sko. Ég googlaði þetta eins og maður gerir alltaf þegar maður að fara að undirbúa sig. Og þá, ég fann eitt viðtal á Spotify við þig og manninn þinn. Var ekki segðu mér? Jú. Jú. Það var svolítið skemmtilegt að heyra að þið hafið unnið svona mikið saman. Já, einmitt. Fyrst ætluðu þið ekkert að vilja aftur. Við vorum einmitt að fara í gegnum svona fílutímabilið þegar, við vorum svolítið lengi að stilla okkur, sko, að tók okkur smá tíma. Ég náttúrulega kemur úr fréttaheiminum þar sem að það bara allt afgreitt með hraði og bara saxað niður og út. Hann kemur úr kvikmyndaheiminum þar sem svona nostrað við hvert og eitt og ég held við lýsum því í þáttunum þegar ég var bara, ertu búin að þekja alla þættina? Nei, ég bara var að finna tónlist og ég bara, finna tónlist? Það eftir að þekja alla þættina og við erum að skila þeim, þú veist, og við vorum alltaf einhvern veginn á skjön með þetta, sko, en svo svona fannst ég jafnvægi því ég sá að hann kláraði þetta bara með glæsi braga, þá hugsaði ég, guð, ég hefði ekki kannski þurft að keyra 3 sinnum út á landi mömmu í fílu, því að við vorum ekki í syngi, þú veist, við vorum ekki alveg í syngi, en núna vinnum við vinnum, ég meina ég búin að skrifa handritin að 2 síðustu myndunum okkar, sem sagt Birta og Röskun, sem báðir á sjónvarpi Símans. Við hefum verið mjög lánsum með sjónvarp Símans. Sjónvarp Símans hefur alveg keypt okkar verkefni síðustu ár. Og hvernig að vinna og búa með sama einstakling? Já, ég ætla að koma að því. Því að við mættum vera samstilltari nefnilega á heimilinu. Mér stundum eins og það lendi meira á mér. Og það auðvitað, ég kannski skrifa verk og svo tekur hann og gerir allt annað úr því. Og það tekur auðvitað mikinn tíma. En það hefur verið svona, við höfum alveg, við nefnilega vinnum svo vel saman listrænt og svona framleiðslulega séð. Og svo mætti alveg, við erum að komast í rútínu með þetta, en þetta hefur alveg verið svona vandamál, bara fórst út með ruslið í morgun, svo ég sagði, nei. Það verður alltaf saman bara. Já, þannig að þú veist, stundum fannst mér svona álagið heima fyrir vera meira á mér, sko. Man náttúrulega bara getur ekki alveg sætt sig við það. Nei. En við erum aðeins að vinna með þessu og það er einhver sem sagði mér, þú þarfst að gefa manninum þínum skýr verkefni. Hann finnur ekki á sér, hann eigi að gera þetta. Hann les ekki hugsanir. Já, þannig að hann er með sín skýru verkefni núna og það gengur ansi vel. Það er bara, hann sér ákveðna hluti á heimilinu, hann setur alltaf í vél, til dæmis uppdóttavél. Það er bara mjög gott. Það er alltaf út með ruslið, þú veist að gera ákveðna pósta sem að bara, þú veist, ég elda meira, hann gengur frá. Þannig að, við erum, þetta er auðvitað bara samhæfing, sko. Það er ekkert alltaf alveg smúð. Gott heimi bara. Já, ég meina, flesta daga. Já. En er eitthvað framundan hjá ykkur saman? Er þið með eitthvað á prjónunum? Eitthvað sem má segja frá? Sko, ég er að skrifa 3 sjónvarpsþáttaraðir. Vá, leiknar. Í einu? Já, í einu. Og þetta eru verkefni sem eru búin að vera svolítið ongoing núna í nokkur ár. Hann er með mynd í þróun sem hann er búin að skrifa í nokkur ár. Þannig að nú erum við bara búin að ljúka við framleiðsluna á Röskun sem er komin inn á Símann og við núna erum einbytta okkur að því að fara að setja orkuna í önnur verkefni. En eins og staðan er í dag að þá er kannski kvikmyndaheimurinn ekkert voðalega gjöfull fjárhagslega. Það er kvikmyndasjóður sem er fjársveltur og það eru svona, ég finnst stjórnvöld svolítið ólæs á
menningar mikilvægi kvikmynda. Það líka að breytast neysla kvikmynda. Bíósókn að minnka. Já. Þetta allt komið inn á streymisveitur og sjónvarpið. Þannig að það eru rosalega sérkennilegi tímar í gangi. Þannig að það ekkert endilega hægt að reiða sig á þetta fjárhagslega. Nei. En er strembið að vera tveir, má ekki kalla ykkur listamenn? Jú, Þú veist. við kjósum að kalla okkur listamenn. Já. Jú, það er mjög strembið. Já, upp á tekjur og Já, ég meina 100%. Og þess vegna hef ég meira svona verið að reyna að leita meira að einhverju svona kannski hlutastarfi af því að ég hef mjög mikla ánægju að því að skrifa. Ég fæ opaslega mikið út úr því að skrifa handrit og leikið efni. En ég er náttúrulega með mína fjölmiðlakunnáttu og hef alveg verið svona hugsi með það, hvort ég ekki líka reyna að nýta það, sko. En svo það fjölmiðlaheimurinn sem stendur heldur ekkert mjög vel, sko. Það eru ekki margir fjölmiðlar í dag og það er ráðningabann á þeim flestum, að vera að segja fólki. Svona erfið aðstæða, sko. Þannig að líka margir hættir bara að lesa og hlusta á fréttir, bara þeir eru nú neikvæðar. Já, fréttaforðun, einmitt. Það er mjög áhugavert fyrirbæri. En ég hef áhuga á fjölmiðlun og svona lausnamiðaðri blaðamennsku. Og mér langar svona að, kannski, ég meina það var nú engin róðið þig, hvað ertu búið með? 150 þætti í þínu podcasti, já. Ég er ekki einu svona byrjuð með podcast, en ég hefði hugsað mér jafnvel að gera það, sko. Já. En ég er svona aðeins að leggja höfuð í bleyti. Hvað gæti verið, sko, svona hlutastarf samhliða framleiðslu á leiknu efni. Því að ég eiginlega svona geng fyrir því að framleiða leikefni. Mér finnst það bara eiginlega það skemmtilegasta sem ég geri. Og hann náttúrulega bara, maður minn vill ekki gera neitt annað. Já. En að vera leikstjóri. Hann er leikstjóri, já. Þannig að maður verður að finna einhverja leið. Ég er nú líka bara búin að vera að einbeita mér að læra matargerð. Af því það er eitthvað sem gervigreindin tekur ekki af þér. Nei. Það þarf alltaf að elda mat. Verður matreiðslu þættir Nema þú farir að vera með vélmenni, það auðvitað, gæti alveg verið tekið af þér á einhverjum tímapunkti þegar vélmenni koma og elda handa þér. En já, ég hef svona verið að bara skoða alls konar. Ég er opin fyrir öllu, sko. Kannski einhverja hlusta sem allt í nefnir samband við því. Já, algjörlega. Ég er alveg til í að taka mér einhver verkefni og eitthvað svona. Ég er bara mjög opin fyrir öllu. Þannig að ég horfi svona inn í, við erum nýkomin úr svona rosalegri törn og þannig að ég verið svona aðeins að ná jafnvægi eftir það. Og þá gefst svona rými til þess að opna gömulverkefni og skjöl og byrja svona aðeins að grúska í því sem maður var að gera áður. Finnst þér erfitt að skipuleggja daginn þegar maður er að vinna sjálfstætt svona? Guð, hvað ég veina að spyrja þessu. Það er hræðilegt. Veistu, ég stundu fyrir gegnum heilan dag og mér finnst ég hef ekki gert neitt, sko. Það er bara eiginlega ótrúlegt það sem maður þarf að vera agaður. Það sem ég hef reynt að tileinka mér er að fara í leikfimi á morgnana, setjast niður og skrifa í 3 tíma. Hvað sem er, af því ég er með mörg verkefni í gangi, bara skrifa. Og svo er hægt að, svo fara börnin að tínast þeim úr skólan kl. 2, þú veist, og svo bara íþróttir og allt sem tekur við og búðinn og skilurðu. Þannig að ég held að ef maður er ekki agaður með bara plan, og ég bara reyni að setja mig það að skrifa 2-3 tíma á dag. Það er eiginlega bara algjört. En ég næði ekki alltaf, þú veist. En já, það er erfiðara að mæta ekki til vinnu, þú veist, sem er skipulögð öðrum, sko. Það er alveg áskorun. Ég var mjög lengi að venjast því. En ég held ég að sé mjög erfitt að fara tilbaka með það. Já, allt í einu yfirmann. Já, allt í einu yfirmann þar sem þú þarfst að mæta eitthvað klukkan 9 og bara standa á þínu, þú veist, standa skil á þínu. Já. Ég held að ég geti alveg, já, en ég veit að bara elska fjölmiðlun og ég elska að vera fjölmiðlamaður. Það er líka það sem ég bara, ástríða mín liggur alveg þar. Þannig að mögulega bara ger ég eitthvað í því. Það er kannski eftir í það. Já, ég hef ekki útileikað fjölmiðlun, sko. Bara elska það fag. Bara sorglegt að sjá hvað fjölmiðlum, bara hver hnignunin í fjölmiðlaheiminum er orðið mikil, sko. Þannig að við verðum að finna núna sjálfbæra leiðir til þess að halda fjölmiðlun lifandi. Bara upp með allar áskriftir. Allir verða að kaupa áskriftir af fjölmiðlum. Annars gengur það ekki. Það á ekkert að vera flýtt.
finnst mér núna. Nei, einmitt. Ég meina, fólk að kaupa aðgang að Netflix og Disney og Já, þessum fólk er byrjað erlendu. að kaupa núna hlaðvörp og já. fara í áskipta hlaðvörpum. Þetta er að koma tilbaka. Við fengum svona frí blaðamennsku Já. sem að eiginlega bara var hræðileg. Hún var mjög, hún olli miklum skaða. Af því að við eigum ekkert endilega að ganga því sem vísu að hafa eitthvað frítt sem er unnið fyrir mann. Ég held að leiðin út úr þessu sé bara að reyna að efla áskriftir. Ég ætti kannski að fara að hafa hlustundur í áskrift hjá mér bara. Þú ert löngu komið með fjöldan til að bjóða upp á það. Já. Í alvöru. Þetta er bara eitthvað sem á að, við ættum að hugsa verulega, Það var ekkert að vera endilega frítt. Síðasti þáttur var einmitt fjárhagslega heilsu og fjárhagslegt frelsi. Já. Mjög áhugavert, Þannig að, einmitt, maður er svona mikið búin að vera að spá í alls konar. Þetta er náttúrulega mikil vinna sem fer í að gera hlaðvarp. Ég veit ekki hvort fólki átti sig á því. Nei, ég veit ekki En hvort þetta er fólk rosa átti sig. gaman. Já, þetta er mjög gaman og gefandi. En þetta er mikil vinna. Þetta er alveg svona kannski rúmlega hálfur dagur sem fer í svona. Já, stundum meira með Stundum öllu meira með eftirvinnslu allri, já. og gera Já, hljóðbúta svo og fylgja Instagram. eftir og setja á fjölum, já. Þannig að þetta er alveg, já. Við þurfum að fara einhvern veginn að skoða, viljum við fjölmiðla, viljum við fjórðavaldið, viljum við vera upplýst með réttum staðrindum hvernig samfélagið okkar gengur fyrir sig. Ef við viljum það, þá verðum við líka að vera tilbúin að borga fyrir það. Já. Það er mín skoðun í dag. Ég var ekkert endilega með þessa skoðun fyrir nokkrum árum. Nei. Þú veist, það áttaði mér sér ekki á því, en það er bara hræðilegt að sjá hvernig fjölmiðlar eru eiginlega bara að hverfa. Ég ætti bara að henda út könnun til allra sem eru að hlusta. Hvort þeir myndu halda áfram að hlusta ef það þurfti að borga 500 kall á mánuði sem er ekki neitt. Sem er ekki neitt. Nákvæmlega. En það kannski, já, ég ætla að skoða þetta. Já. Þetta er áhugaverð pæling, Mér finnst það, að því að fólk bara er að kaupa hlaðvörp og er í áskrift af morgkastinu og alls konar hlaðvörpum sem þeir íþróttumfjöllun og skemmtiefni og mín hugsun var bara með langa svo að allir fá að njóta þessara upplýsinga. Já. Af því að þetta heitir með lífið í lúkunum. Og þetta skiptir bara svo miklu máli að fólk fái alls konar og tæki tól. Já. Og ég er búin að fá svo ótrúlega mörg falleg skilaboð þar sem að einhver þáttu breytti lífið þeirra því að þeir fundu lausn á sínu vandamáli, skilurðu. Frábært. Þannig ég vil frekar eins og Já. staðan er að bara allir geti haft aðgang að þessu. Ég skil það vel. Og þess vegna hef ég fengið samstarfsaðila sem er líka Já. ótrúlega dýrmætt Já, og þakka þeim Já. rosalega fyrir að stiðja við baki á mér. Já, annarkvort það eða skilurðu áskrift. En þú veist eins og, í rekstri stórra fjölmiðla eru samstarfsaðilar til einskis nýtir nema bara litlu leyti. Það þarf að fá massan inn, Já. fjöldan inn. Og eins og þessi sjálfstæðu miðlar og svona, fólk þarf að hugsa, endurskoða, og gera upp þessi. Vil ég búa í upplýstu samfélagi? Vil ég búa í samfélagi þar sem ég borga fyrir vinnu? Þar sem unnið er úr upplýsingaóreiðunni fyrir mig og dregin er fram einhver fréttapunktur sem er mikilvægur í lýðræðislegu samhengi. Þú veist, ég er svona aðalega að tala fréttamiðla sem er svona, eru eiginlega bara hverfa meður. Já, því það er svo mikið af falsfréttum í gangi bara alls það, á Já, ég meina á samfélagsmiðlum og öllu, gervigreind og alls já. konar, það þarf að vinna upplýsingar úr óreiðunni. Já, akkurat. Það er rétt. Það er bara, og leita lausna við. Ég þrái svo lausna miðaðri fréttamennsku. Hvernig er hún? Það er bara, þú veist, það er að birta ekki endilega upplýsingar vandann sem ríkir, heldur birta líka mögulegar lausnir við vandann. Það er nauðsynlegt að benda á vandann, en fréttamennska á ekki að enda þar. Nei, það er mjög góð punktur. Er eitthvað að lokum, eitthvað sem að þið langar að bæta við eða eitthvað heilsu eða það sem þú hefur, þitt heilsuferðalag? Já, mér finnst ég nú búin að vera ansi skoðana glöð hérna, með margar yfirlýsingar. Ég held að það sem kannski er mikilvægast að við kennum börnunum okkar næringarleysi. Já, svo samanlega. Já, og reynum að vanda mataræði þeirra. Þau eru framtíðin og ef við kennum þeim það þá verður þetta bara miklu auðveldara.
ég er allavega að reyna að gera það og ég er ekkert alltaf vinsæl fyrir það, sko. Nei. Nei, það er ekki skemmtilegt. Og maður stundum bara gefur eftir, en mér finnst við of dofin fyrir svona Já. þessu mat sem er verið að selja okkur. Sko, í morgun keyrði fram hjá mér bíll frá skólamat og það stóð fyrir mikilvægasta fólk í heimi. Þetta er svo rétt. Og mér finnst þetta svo fallegt. Já. Og ég vona bara þá, líka að skólamatur sé þá að Já. leggja sig fram við að bæta. Algjörlega. Ákvað, þetta eru fallega orð. Já. Já. Nei, þetta er bara það sem ég hef að leiðarljósi í mínu uppeldi og ég er bara, já, maður er ekkert vinsæll alltaf og maður er misþreyttur og misupplægður í svona vegferð. En ég held að sé mikilvægt að við reynum að gefa þeim sem reynasta mat og bara hollan mat. Lestu aftan á umbúðirnar. Kenna þeim að lesa utan á umbúðirnar. Já, og kenna þeim þegar þau byrja að lesa. Eins og dóttir mín, hvernig hún tók mig bara á snakkinn með 3 innihaldsefnum. Já. Það er bara ótrúlega mikilvægt. Já. Ég segi, vá, þú er greinilega að byrja að lesa aftan á. Já. Það er vel gert. Og bara, og þetta er held ég, hreinn matur er held ég umfram allt leiðin til að halda í heilbrigði. Þetta er eins og, sko, það hefur svo oft komið upp umræða með það sem börn eru að fá á íþróttamótum, þú veist, bláir orkudrykkir og eitthvað svona skilur. Frostpinnar, bláir orkudrykkir, alls litarefni, aukaefni. Mér finnst það svo óbúslega leðilegt og það er einmitt það sem að, mér finnst vakning þetta og ég held þetta sé alveg að skána. En mér finnst einmitt svo mikilvægt þegar, einmitt svonu minn daginn, hann valdi eitthvað sem var ekki með litarefni, skilur, og maður bara svona, yes, þú veist. Það er litlu hann sigrar. Hann tók eftir muninum, bara já, en ég valdi ekki þennan af því að hann er með litarefni, eitthvað svona. Einmitt, já. Ég held að við þurfum að upplýsa og bara samfélagið heilt framleiðendur matvara, þær þurfa að taka sig algjörlega í gegn. Ég meina bara frá A til Ö. Og það gerist ekkert nema það heyrist í einhverjum, því miður, það er útla sorglega. Einmitt. Og þarna finnst mér líka fréttamennska mega spila stóran þátt. Já. Því leið að það fyrir fréttirnar að þá er það orðið ábyrrandi. Þannig að settur fókus á þetta er mjög mikilvægt. Sko. Ég er allavega heltekin af þessu í augnablikinu og svo stunda hugleiðslu. Já. Það hefur breytt lífið mínu. Ég hef aldrei trúið það, en það hefur gert það. Þetta er eins og að skrifa í þakklætisbók, það er breytt í lífið mínu. Já, það og að skrifa í dagbók er bara, það er líka það sem ég byrjaði að gera og það hefur líka breytt lífið mínu. Þó þú skrifir svona mikið, skrifir líka dagbók? Þó ég skrifir svona mikið, já. Að skrifa dagbók er bara, og ég meina allir stærstu rithöfundar sko í heimi skrifuðu dagbók. Já, ég meina rosalega margar konur sem ég hef verið að lesa, svona erlendir rithöfundar, skrifuðu allar dagbókur. Og það er eitthvað annað svið sem að þú ert að þjóna þar. Notarðu blað og penna eða notarðu? Já, notarðu blað og penna. Bara með bók og penna. Já. Og það er bara, og þá líka það er svona, hún talar um það, hún Hrund Gunnsteinsdóttir í Innsæi. Og ættir kannski að tala við hana líka, hún er alveg mögnuð. Hún er að lista hjá mér. Já, þú ættir að fá hana til þín. Því að hún skrifaði bókina Innsæi sem ég hveti alla til að lesa. Og ég var einhvern veginn að leita til hennar, ég sagði við hana, já, ég veit ekki hvort ég einbytta mér þessu eða þessu. Hún sagði, ertu ekki að journala, ertu ekki að skrifa í dagbók? Nei, nú reyndar ekki að því. Nei, þá er tómt mál að tala um þetta, sko. Þú verður að byrja að skrifa niður hugsanirnar. Því að þú leysir úr þínum vanda sjálf. Og viti menn, ég gerði það í nokkra mánuði og það kom bara til mín, það komu til mín svör. Og það að vera í hugleiðslu og gefa sér smá stund á dag fyrir sér sjálfan og hugsanir sínar. Það er held ég bara, kemur í veg fyrir kulnun, það er bara svo mikil vellíðan sem fylgir því og skýrleiki. Það held ég að það gefur mér, það er svona skýrleiki, það er hugsun. Þannig að lesa utan á matvæli og hugleiðsla. Við kjörnum þetta. Tökum það saman. Já. Ég er með lítinn pakka handaðir hérna í lokin frá einum af samstarfsaðilum mínum því ég er nú með, var að segja frá þeim áðan. En ég er íþróttakona og ég hef verið að taka í Nutrileng í örugglega meira en ár. Og þetta er bara eitthvað töfraefni. En ef þú hefur einhvern tíma verið að glíma við einhver verkefnjám eða einhverjum liðum, það er og það er líka
svona gel til að bera á. Vá, Alls konar svona. æðislegt. Þannig ég mæli alveg svakalega með þessu og ég myndi aldrei mæla með einhverju sem Nei, einmitt. og þetta er íslenskt. Þetta er íslenskt. Já. Maður hefur séð auglýsingarnar, nútrúlega. Já, Já, þú getur að prófa. þetta er æðislegt. Og þetta er svona beinheilsa. Já. Mhm. Og hún hefur náttúrulega rosalega, hvað segir, það hefur mikil áhrif á heildrænu heilsuna, að beinheilsan sé í lagi. Ég veit það, einmitt. Upp Samhliða hreyfingunni á og- langlífi, Já. þá þarf beinheilsan að vera í góða. Ég er bara algjörlega. Og bara lyftingar og hreyfing. Mikilvæg. Já, takk fyrir þetta. Heyrðu, bara Ég vel hlakka til að góða. prófa þetta. Já, en ég bara mæli svo sannarlega með. En bara fyrir. takk Helga fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna í þetta spjall. Það var aðeinslega gaman. Já, takk fyrir að fá mig. Fá Gaman við að um spjalla. öll. Já, algjörlega út um allt bara. Já. Ég vona að getur unnið eitthvað út úr Já, þessu. já, bara dásamlegt. En bara vona að gangi vel með verkefnin sem þið eru framöndan. Ég hlakka til að fylgjast með þér. Já, Gá hvort þú farir aftur í fréttamennskuna. já, Hvort þú byrjir með hlaðvarp. já, hvort ég gerir það. Það er svona, já, ég er alveg á tímamótum núna. Þú hittir alveg á mig einhverju svona tímamótum. Þannig að, Skemmtilegt. já, það er spennandi hvað verður framöndan, sko. Mögulega bara, er ég búin að skrifa það í dagbókinu minni eða eitthvað? Það er spurning. Sjáum til. Takk fyrir að fá mig. Takk sem við leys. Bless. Þá verður þetta ekki lengra í dag og mér langar að hvetja þig til þess að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple eða hvað sem þú ert að hlusta og líka að finna Facebook-hópinn með lífið í lúkunum hlaðvarp því að þar setja oft inn eitthvað á bakvið tjöldin, hver eru framöndan í viðtölum og svona í leifistundum hlustundum þar að fá þáttina aðeins fyrr en þeir fara á hlaðvarpsveitur. Og svo er það Instagram, Heilsu Erla. Þetta væntið myndi fylgja mér þar. En þangað til næst. Hafið það gott. Bless, bless.